Árið 2016 þá var samþykkt í sveitarstjórn að sækja að taka þátt í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli í samvinnu við landlæknisembættið. Skólarnir okkar, þeir hafa lagt mikla áherslu á heilsueflandi umhverfi og tekið þátt í margs konar verkefnum og langar með að nefna sérstaklega 10 tindaverkefni Hvolsskóla sem að unglingarnir okkar kannast við. Það gengur út á það að allir nemendur ganga á eitt fjall í sveitarfélaginu á hverju ári, svo að loknum grunnskóla hafa allir nemendur gengið á 10 tinda í okkar sveitarfélagi. Á sama tíma og verið var að undirbúa umsókn heilsueflandi skóla tók Rangárþing eystra þátt í verkefnum hreyfingu eldri aldurshópa sem tókst afar vel. Í framhaldinu var svo ákveðið að vera með áframhaldandi hreyfingu og þjálfun fyrir aldurshópinn á vegum sveitarfélagsins og hefur það gengið mjög vel og vonandi komið til að vera til langrar framtíðar. Svo hingað við komin núna, þó komið sér fram undir lok júní og það afskaplega ánægilegt að við séum að stíga þetta skref. Mig langar svo að lokum að nýta tækifærið og þakka öllum sem hér eru sem hafa tekið þátt fyrir þeirra aðkomu að heilsueflandi verkefnum sem hafa áunnist á undanförnum árum og einlæg von mín að það starf eigi eftir að vaxa og dafna enn frekar með þessum áfangum. En þá hefur ég lokið máli mínu. Ég vil bjóða Ölmu að gjöra svo vel og kynna verkefni fyrir okkur. Þetta skilur sig úr landinu öllu. Það að streita fullorðina hvort nú meira minni? Hún minni. Þannig til að hamingja það. Og drykkjaneysla fullorðina hún líka undir landsmeðaltali. Það eru færri hér, þetta bara svona tekið það sem að sker sig úr. Færri á biðlista eftir hjúkrunarrými, það hærra hlutfall öryrkja, það meira fyllt fullorðinstennum, þetta eru svona vísar hér og það og hér voru fleiri sem fóru í sóttkví út af COVID-19. Þetta eru skilgreiningar á heilsu, að það eru þetta líkamlega, andlega og félagsleg vellíðan og lýðheilsa eru þessar markvissu aðgerðir hins opinbera til að bæta heilsu. Það að sofa vel, það undirstaðan öllu, það að hreyfa sig, það að borða hollt, það að forðast áfengi og tóbak og svo erum við búin að bæta inn í núna út af því hvernig staðan á jörðinni að við séum ábyrg neytendur og svo erum við búin að bæta hérna inn kynheilbrigði líka. Og síðan eru þetta bara alls konar og þetta geðrækt líka mjög mikilvægt. Síðan allt þetta sem að snýr að samfélaginu og þess vegna sjáum við að heilsa mál samfélagsins alls. Þannig að þetta bara meginmarkmiðið, ég hugsa bara endir hér, það að styðja samfélagið að skapa umhverfi og aðstæður. Við skilum sólina á leiðinni. Við skilum bara að horfa á leikir mannanna. Við skilum sjálf hlaupa. Í rokinu klækur. Áfram með sólina. Sólin risið. Sumar bæir sveitur, sælir hvernig sælir. Ómar lífið og undan sveit. Hvenær gættum daginn leik. Sál, sál, skín á mig. Skín, skín, upp með sig. Þáttur sólin selja sig. Sál, sál, skín á mig.